Skipta skoðanir mínir einhvern mál. Mér finnst það svo ótrúlega mikilvægt. Legðu þitt að mörgum til að gera beðið fyrir betri stað. Er þetta eitthvað sem Gústi B, tónlistarmaður, samfélagsmiðlastjarna, leikari og plötusnúður. Velkomin í 24/7. Já, takk fyrir það. Gaman að fá svona ungan og flottan drengi í settið, þannig að ég ætla að henda mér í þetta. Og fyrsta spurningin, eða svona það sem ég vil tala við þig, botnað þetta samfélagsmiðlar eru? Samfélagsmiðlar eru? Samfélagsmiðlar eru skemmtilegir. Það mín upplifun af samfélagsmiðlum. En ég veit að samfélagsmiðlar fyrir sumt fólk kvíðavaldandi og mikið stress sem fylgir þessu og þunglindi jafnvel. En þetta bara eins og með allt. Það eru góðar hliðar og það eru slæmar hliðar. En fyrir mér þá þetta afþreying. Hvernig, út af því að við heyrum oft bara frá þessu neikvæða samskiptamiðlana. Hvernig lítið þú á, hvað finnst þér jákvætt við samskiptamiðlana? Það sem ég finnst jákvætt í rauninni bara þessi skemmtilega afþreying, að vera að nota þetta bara eins og sjónvarp, skilur, að vera að horfa á, alveg eins og þú horfir á uppáhaldsþáttiðin í sjónvarpinu, þá horfir á uppáhaldskreatorinn á TikTok. Og þannig ég lít svolítið á þetta þannig, sko, út frá frekar jákvæða ljósi. Ég fer inn á TikTok bara til að skemmta mér og hafa gaman, sko. Hvað, festist ekkert lengi á TikTok-stundum, lengur en þú hefur ætlað þér? Jú, ekkert eðlilega lengi. Þetta algjör tímaþjófur, sko. En mér finnst þetta gaman, sko. Og ég hef verið að framleiða mitt fullt af myndböndum og gefa út á TikTok og svona. Og það finnst mér bara skemmtilegast af öllu, sko. Hvernig uppgötaður TikTok? Varstu á Vine fyrir eða eitthvað svoleiðis? Hvernig... Nei, ég eiginlega of ungur, sko, til að ná þessari Vine-lest. En ég tók eftir því þegar Snapchat-æði var í gangi. Þannig að 2016-17 og Aron Móla og Binni Löfi og allar þessar Snapchat-stjörnur fara að rísa ótrúlega mikið. Solrún Diego og svona. Og ég missi svolítið af þessari lest. Þannig að þegar TikTok kom, þá hugsaði ég ætla ekki að missa þessari lest. Ég ætla bara að fara inn á hana miðl og bara kreista út úr honum allt sem hægt að kreista og nýta mér þetta. Út af að kemur nýr samfélagsmiðl á svona 4 ára fresti. Þú veist, við vorum að tala um Snapchat auðvitað og náttúrulega Instagram sem var, þú veist, risastórt fyrir það og það svona búið að halda sér svolítið. Instagram bara ennþá frekar relevant í dag, en það alltaf svona nýr samfélagsmiðl á nokkra ára fresti og þegar TikTok kom þá var ég bara, ég ætla ekki að verða og seinna á þetta, ég bara hoppa á þetta, ég bara mastera hvernig á að gera myndbönd, ég bara mastera hvernig algoritminn virkar og fer bara full on í þetta. Þannig það var ekkert eins og bara ég ætla að byrja að setja efni á TikTok, þetta var bara markviss vinna og basically vísalega hvað ætlar að gera með því. Já, þetta var nefnilega ekki eitthvað svona flip eða neitt svoleiðis, og ég var sko stúder að þetta löngu áður en ég byrja að gera myndbönd. Ég var bara að horfa og skrifa niður, já og þetta að virka og hvað að fá mörg áhorf og þú veist, hvað að fá mörg áhorf en fá likes og hvernig get ég hámarkað árangurinn á þessu án þess að hafa þetta eitthvað vélmennalegt og leiðilegt, hafa þetta ennþá skemmtilegt, skilurðu, og vera að gera fyndna hluti, og ég var einum daginn bara að taka sveppa dífuna með sveppa, af stökkbretti, skilurðu, hver gerir svona lag? Þannig að ég alveg með skemmtilega elementi, en ég líka rosa markastengjandi og alltaf að hugsa hvernig get ég gert myndbandið ennþá skemmtilegra og ennþá í rauninni, ennþá svona algoritma vænna. Hvað mun TikTok algoritminn elska að fá? Fattarðu? Hvað elskar hann að fá? Hann elskar að fá stutt myndbönd og hann elskar að fá myndbönd sem eru mjög vel klippt og við erum að tala um bara svona snöggar klippingar eins og til dæmis Beggi Ólas búin að mastera sjálfur á TikTok. Þannig að þetta svona þessi jump cut sem við erum að tala um sem að, heldur fólki við efnið. Ég meina það bara gefur auga leið að ef þú ert að horfa á eitthvað og það ekki klippt og það ferði bara leiðast. En ef þetta að gerast rosa snöggt og alltaf eitthvað nýtt þá alltaf líkur á því að þetta hafi betri áhrif, þú veist, að þetta hafi góð áhrif á myndbandi og góð áhrif á tölunar. Og svo svona alls konar tricks sem að geta henda stundum, stundum mjög gott að vera með texta undir myndbandinu. Ég hef mikið verið að vinna með það, að texta myndbandi mín, sérstaklega þegar ég að tala mjög mikið. Þá bara setja ég texta undir þannig að fólk geti nákvæmlega fylgst með og ef það í strætó að horfa á þetta og ekki með AirPods eða neitt, þá bara
þá þarf það samt ekki að skippa og það getur bara lesið textan, sko. Getur eðlilega sniðut, sko, ég veit. Nei, það eru svona lítil tricks á bakvið, sko, gott myndband. En svo eru líka undantekningar, sko. Stundum set ég bara inn eitthvað myndband sem ég ekkert mikið að spá í, sko, og fylgi ekki svona reglunum mínum og það bara fær samt mörg áhorf. Það eru þetta alltaf bara náttúrulegi effektin sem að, þú veist, sem að getur líka bara slegið í gegn. Það er svona bæði að fylgja ákveðnum reglum og samt leyfa sér að fara út fyrir reglunar. Já, klálega. Þetta er líka sko TikTok er svo, þegar fyrst svona, ég tók mig tíma að fara á miðlinn, að þegar mér fyrst einmitt vera svo mikið bara nýtt og ég bara, hvað er þetta að gera fyrir athyglinina mína, skilur við? En eins og segir, það fólk hana sem alltaf að fá nýtt og nýtt árið, þannig að make a sense að vídeo sem náttúrulega bara klift reglulega og það alltaf eitthvað svona nýtt engul eða nýtt sjónar og svo framvegis sem heldur manni við efnið. Og manlega það ekki góð byrjun líka algjör key. Jú, góð byrjun algjör key. Svo grípur fólk til að koma og horfa á vídeo að vera spennt, sko. Einmitt. Það lykilatriði, sko, og ég er í rauninni elst svolítið mikið upp við það að horfa á YouTube og TikTok myndböndin sem ég geri eiginlega svona eins og lítil YouTube myndbönd. Ég er ekki að gera venjuleg TikTok myndbönd. TikTok-rási mín eiginlega frábriðin öllum öðrum TikTok-rásum á Íslandi og þetta svona eins og einhver YouTube-myndbönd, skilur við. Eitthvað hitta, sveppa bara eitt vinsalasta skemmtikraft á Íslandi og taka einhverja dífu með honum. Þetta ekki svona eins og fólk sér fyrir sér TikTok-myndbönd. TikTok-myndbönd svona þú ert sjálfur bara tekur í selfie-mót, setur einhver texta undir og notar trending sound. En ég ekkert að gera það. Ég er bara einhvern veginn svona að gera einhver YouTube-myndbönd nema inn á TikTok. Notar þú símann í eða kameru? Já, ég nota símann í það, sko, og það ég prófaði einu svona að vera með kameru, sko, og ég sá bara að það var bara alveg eins og að hafa símann. Ég skil þig. Þannig að ég hef í rauninni bara ákveðið að sætta mig við símann, sko. Símannir eru líka orðnir svo geggjaðir, sko. Já, það ógeðslega góðir. Síðan líka sem þú ert búin að gera náttúrulega vel og það sem að kannast við sjálfur að byggja upp þessi miðl bara á Instagram og svona, þú veist, það er bara stöðuleikin, sko, consistency, alltaf að vera bomba út efni, sko. Einmitt, það er nefnilega. Þú getur verið viku duglegur og sett eitthvað inn en síðan bara, þú veist, gerist ekki neitt í 3 vikur og þá ertu ekki að fara að ná einhverju fylgi en þú ert bara hverjum einasta degi, posta einhverju inn og þá mun alltaf fleira fólk koma á lestina, sko. Það er hárrétt, þetta er algjör lykill og þetta er það sem allir YouTuberarnir tala þetta er bara eina sem skiptir máli, þetta er bara consistency, skilur við og þú sér það bara, ég náttúrulega að byrja núna á FM 957, þú ert örugglega að fara að koma að því á eftir en þá er ég til dæmis lít mikið upp til Audda og strákana sem eru búin að vera í þessum leik í 11 ár núna og þeir eru búin að vera í hverju einustu viku með þátt og þetta er svo ótrúlega mikið consistency og þetta byggir upp svo rosalegt pepp í kringum þess að þætti og veist, vinir mínir bara, þeir segja bara já, vegan er bara ónýtt ef við hlusta ekki á eitt blöðþátt, skilur við. Það er þetta consistency sem er svo ógeðslega mikilvægt og allir YouTuberarnir út í heimi, skilur við, Logan Paul og Jake Paul og KSI og þessi gaurar sem hafa verið að gera svona virkilega góða hluti á YouTube, þeir bara segja þetta er bara number 1 hjá þeim, bara consistency. Þeir voru bara byggja upp risaveldi og veist, þeir tóku bara 500 daga í röð þar sem þeir gerðu bara sko, 10 mínútna myndband á hverjum einasta degi, skilur, af þeim að gera eitthvað klikka, ekki að þeim að setja upp í sófa, skilur, ímyndaði hversu mikil vinna það var. Algjörlega. En þetta er bara þannig, consistency og grípa athyglina. Hvernig hver er línan milli þessu þegar sko sumir vilja henda þvílíkt gæða miklu vídeo, bara rétta vídeóinu, bara nákvæmlega bara sko virka alveg þvílíkt vel í staðinn fyrir að vera að setja bara sæmileg vídeo og einhvern tímann verður eitthvað gott vídeo, skilur, hver er munurinn á að vera með, þú veist, gæði vafsmagn? Ég segi fleiri sæmileg vídeo heldur en að vera að gera 1 klikkamyndband sko í mánuði. Klárlega, maður má ekki ofhugsa þetta of mikið og sérstaklega ekki þegar maður er að byrja og veist, kannski seinna þegar þú ert búinn að byggja upp eitthvað þá getur þú leyft þér, nú tek ég bara viku frí og gefa út 1 myndband þar sem er bara vlogg yfir alla vikuna en sérstaklega þegar þú ert að byrja þá er ekki tíminn til að vera pikki, þá áttu bara að dæla út efni og svo seinna með sjá hvað er að virka. Já, ok, fólk er að fíla rosa mikið þegar ég sýni Friðjón Froskin minn, þú veist. Ok, kannski get ég blanda honum meira enn í efni hjá mér. Bara svona aðeins að lesa inn í hvað áhorfendur eru að segja.
Já, og líka skilur og ert alltaf þetta consistency, þetta setja mikið inn til að byrja með, þá eins og þú segir þú æfðir líka í að taka vídeo og sér hvað virkar og hvað virkar ekki og einhvern veginn, þú nærði ekki þeim lærdómi nema þú bombir efni út, skilur og getur líktu bara efni sem þú byrjar á að gera eða þú veist, þetta svona allt, skilur mig eins og bara fyrsti þátturinn hjá mér í podcastinu eða eitthvað þú veist, ég hefði aldrei verið komin eftir núna einhverja 100 þætti eða eitthvað verið komin á með þessa hæfni sem ég er með núna hefði ég einhvern veginn, þá hefði ég aldrei byrjað með podcasti hefði ég hugsað um að vera jafn góður og ég er í dag í því, skilur. Nákvæmlega. En hún lærir einhvern veginn með því að, þú veist, gera hlutin, skilur. Það klálega þannig, sko, maður má ekki óhugsa þetta, maður verður bara að byrja og það getur verið stressandi, sko. Já. Ég man að ég var bara, nei, býtu, það ég bara núna að fara að setja inn myndbönd og hvað á ég að gera þegar fólk byrjar að kommenta eitthvað, þetta drullu lélegt og leiðilegt en þannig að það er stressandi að byrja, það er bara stressandi fyrir alla og það er ótrúlega mikið af fólki sem hefur komið til mín bara eftir að ég gerði þetta og bara já, ég hef alltaf sjálfur verið að pæli að gera TikTok myndbönd og þú veist, ég hef alltaf sjálfur langað alltaf að vera YouTuber en ég bara hef aldrei þórað þessu og bara skilji ekki sko af hverju ég þóra þessu og mér finnst það í alvörunni bara smá sorglegt, skilur þú veist, mér finnst sorglegt að það er fólk hana úti sem að væri bara til í að vera bara á netinu að skemmta fólki, skiluru bara að búa til efni og þetta er svo ósjálfsæls dæmi sko að vera að búa til efni fyrir fólk, skiluru veist, hvað er ég að gera? Ég er bara eitthvað eina ástæðan okkur ég er að hringi í Sveppa og láta hann koma eða hringi í Ödda og beða hann að leika einhverju eða Steinda er út af að ég er að reyna að búa til skemmtilegt efni, þú veist, fyrir fólk og þú veist, þetta er ekki út af peningum eða, þú veist, ég geti verið bara að græða miklu meiri pening bara ef ég fer og læri viðskiptafræði og fer að vinna í banka eitthvað, en mér langar bara að búa til skemmtilegt efni fyrir annan fólk og þess vegna finnst mér ógeðslega sorglegt þegar að fólk kemur til mín og segir bara já, mér langaði líka alltaf að vera að gera eitthvað svona, þú veist, ég hef bara aldrei þórað skilur, ég veit ekki hvað vinahópurinn verið að segja ef ég ætti að fara að taka upp eitthvað vídeo á mér í speglinum og skilur það er svolítið sorglegt sko. Já, það er svona ótti við áliti annara eða einhvers konar ótti sem kemur ótti í veg fyrir að fólk bara gera það sem maður vill gera sko, sem er bara eitthvað svona eins og þú veist hvað ég að segja eins og það, hvað minn aðri halda er að taka myndbandar, ég maður fyrst því ég setti nokkuð vloginn í gamla dag, þá var ég að vloga 25 vloga eitthvað, þá var ég að labba með skilur í Smáralindinni og mér leiði ekkert eðla óþægilega, skilur en ég gerði það samt, skilur en sín í dag, myndi mér ekkert líða óþægilega skilur, ég get alveg verið með kamera með hvað sem er bara inn í, taka ykkur vídeo inn í rektinni eða eitthvað sluðis, þetta er bara orðið venjulegt og mér eiginlega bara alveg sama hvort að fólk sé bara hvað heldur þessi gauður að hann sé, skilur þannig að þú veist, ég held að sé einmitt þetta mikilvægt sko að fólk bara þori aðeins að ekki láta eitthvað svona lítið stoppa sig sko. Nei, klálega. Kýla á það sko, byrja bara eins og þú segir sko. Já, svo það er alltaf gagnrýni, sko. Já, partur af þessu. Og málið það get ekki allir höndla það. Nei, mér sér út með það. Já. Það er sama, myndur þú bara vera að bora nefið heima og gera ekki neitt, þá er það gagnrýndur, sko. Nei, já, einmitt, það er nefnilega það, sko. Það er bara sama hvað þú gerir, þú ert alltaf gagnrýndur. Nei, en sko, ef þú ert heima og þá er enginn að fara að gagnrýna þig. Mamma einn kannski. Já, mamma einn kannski. En já, fólki líður samt vel, sko, þegar það er enginn annar að gagnrýna. Já, algjörlega, það er óþægilegt. En það er líka leiðilegt, þú veist, bara segja ekkert, þú veist, gera ekkert og vera ekkert og þú varst aldrei gagnrýndur, skilur. En ég er meira bara svona, fer bara að kýla á þetta. Og mér finnst sko skrítið að enn þann dag í dag, ég er búin að vera að gera myndbönd í allavega nokkur ár, skilur, og náttúrulega hef bara verið að gefa út eitthvað content bara síðan ég var pinkulítið. Mér skrítið að sko, það er ennþá bara fólk að bara kommenta bara eitthvað, djöfull er ég orðið þreyttur á þessi myndböndi. Ég var svona, hvenær ættar að átta á að þetta er ekkert að fara að hætta, skilur þetta er ekki að fara að stoppa eða neitt þannig, skilur nú er ég bara komin á FM 957, nú þarf ég bara að hlusta á mig í útvarpinu líka þú eru bara að fara að sætta þig svolítið við þetta, skilur Já, það er náttúrulega alls sérstakt mannfólk sem er á komandakjörinu á DFF og Vísi og fleira, sko það er alls sérstakt hópur af fólki, sko Já, og TikTok, maður, ekki láta mig byrja því Ég er þetta búin að fá nokkur svona komment sem ég hef verið svona, já Hvað, eitthvað gróft? Það er stórt, sko Nei, ekkert mjög gróft, sko en þú veist,
hvað, ég man ekki eftir öllum, sko. En svona, eitthvað bara svona einhver skot, bara, ekkert svona eitthvað mjög gróft, sko. Já. En það bara svona, ég var alveg búin að búast við því, sko, því ég var að fara að dæla kontentið á TikTok að ég myndi fá einhver svona alvöru komment, sko. Já. En hvernig tekst þú á því gagnrýni? Sko, ég átti mjög erfitt með þetta fyrst, sko, og ég var alltaf, sko, á Twitter, ég var alltaf að googla, sko, Gusti B inn á Twitter, tjekka hvað fólk var að tweeta, sko, og ég bara mæli með fyrir fólk sem að reyna að gera eitthvað, bara sjálft, skilurðu, þú veist, hlaðvörp, myndbönd, hvað sem útvarpsþætti, eitthvað, bara ekki fara á Twitter. Twitter einhver leiðilegasti miðill sem ég veit sko. Þetta bara fólk að tuða. Nei, svona ángrín. Og ég fer inn á Twitter og ég eitthvað svona searcha Gusti B og það bara fólk með leiðindi, sko. Einstaka sinnum fólk að peppa. Og sem betur fyrir var peppi alltaf með fleiri likes, sko, heldur en heiti. En það sko, það eins og fólk haldi að þegar maður byrjar að gera einhver myndbönd, að byrjar að gera eitthvað, byrja með hlaðvarp, að þá sé það eitthvað svona frítt skotleyfi á þessa einstaklinga. Bara eitthvað, já, hann að gera TikTok myndbönd, þá má ég tvíta djöfulli Gusti B ógeðslugur. Þú veist, bara eitthvað svona, það var enginn að biðja skoðunina á þessu eða að reyna að þrönga þessu myndböndum upp á þig. Þú veist, ef þú fílar ekki myndböndin hjá Gusta B eða fílar ekki hlaðvarpið hjá Begga, ekki hlusta á það og ekki horfa á myndböndin þá. Þetta ekki flókið. Þetta ekki fyrir fólki sem að fílar ekki, þetta fyrir fólki sem fílar. Og líka eins og þú talar sko, hugsaðlega þessi gagnrýni líka bara koma hjá fólki sem að ég bara, sem ekki að verja blóðsvita og tári að gera þessa hluti. Þetta alltaf þannig. Já, þannig að mér finnst bara það fólk ekki efna á að gagnrýna mann, skilur. Það sem svo leiðilegt, sko. Ég veit það, en auðvitað tekur maður þetta inn á sig. Ég hef alveg gengið tímabil sem ég maður bara, því ég var í fótbolta og fyrst sem ég gerði til leiki var alltaf að fara inn á vísi.is og skoða hvað ég fekk einhvern. En ég vissi alveg sjálfur hvort ég stóð mig vel að illa. En ég bara sá hverju umræða var mig. Það var bara mikilvægt fyrir mig. En síðan bara eins og þú, hvernig gerir þú þetta? Þú bara hættir á að fara inn á Twitter og þess að helstu miðla? Já, ég beilaði á það, sko, út af að þetta var bara sárt stundum að sjá þetta, skilur. Já. Tókst það mikið inn á þig? Ég tók sumt mikið inn á mig, sko, en í dag hugsa ég alltaf þegar einhver nú hugsa ég alltaf, já, þetta bara frí auglýsing, skilur mig. Það bara veistla ef einhver að búa til TikTok myndbandi eða eitthvað mig að segja eitthvað. Ég ætla aldrei að hlusta þáttinn á Gusta B. Nú allt í einu bara vita miklu fleiri að Gusti B með þátt, bara taka þetta gemli. Nú líti ég á þetta þannig, skilur, í dag. Svo, geti verið alveg næstu viku verið ég bara, það samt leiðilegt að hann sé að segja hann mun ekki hlusta á. En minna, svona þetta bara, alltaf ef maður að gera eitthvað, þá mun eitthvað svona fólk koma og þetta var ekkert öðruvísi þegar að Öddi og Sveppi voru með, skilur, 70 mínútur og svona, Þetta alltaf eins, bara ef þú ert að gera eitthvað og sérstaklega ef þú ert að gera eitthvað nýtt og nýr, þá mun vera að hata á þig, sko. En maður verður bara að taka það á chasm. Taka á chasm? Já. Með því að, já, ég held að það sé gott að, sko, ég held að líkingu vel við að sjá svona komment fyrir sig, auðvitað við mér sjóið í því, sko. Þess að held ég sér langu öflugasta leiðin bara ekki að fylgjast með því, sko. Nei, einmitt. Stundum bara, poppar þetta upp. Já, ég meina, færðu þú ekkert screenshot sem aðra að senda þér? Jú. Það þetta, ég skil það aldrei. Af hverju einhverju vinir mér að senda, hvað það bakvið? Mér langar ekki að horfa á þetta, af hverju þetta senda mér screenshotið? Já. Nei, ég fæ það mjög mikið, sko, frá vinum og systkinum, eitthvað svona, heyrðu, þessi eitthvað að tweeta eitthvað Gusti B fáiði. Ég var eitthvað svona, ok. Takk. Ég meina, hann veit ekkert hver ég hef aldrei talað við þessu mannesku að neitt, hann bara að segja þetta út að hann fílar ekki myndböndin eða, ég veit það ekki. Eða, oft þetta líka, sko, fólk vill vera að gera það sem maður sjálfur að gera. Og það var einhver að heita daginn, eða daginn fyrir nokkrum vikum eða eitthvað, og ég svara hann eitthvað. Og svo segir hann bara, Gusti B maður, þú ert að svara mér maður, það klikka, vel gert maður, til hamingju með þáttinn, skilur þið. Þú veist, í grunninn þá eru flestir svona haters, þá það fólk, sko, það fans, sko, í dulargerði.
Í og þau koma heldur líka, það margir sem heitir sér byrjun og koma sín á vagnin held ég sko. Já. En ég hef ekkert verið að reyna sko, neitt að eltast við haters. Nei. Þú veist, mér eiginlega alveg sama hvort að einhverju haters koma á vagnin eða ekki. Ég ekki að reyna eitthvað að umturna haters, eitthvað svona, komið bara yfir og verið fans. Þú veist, ef þú ert hater og bara ef þú ert hater á einhverjum, þú veist, gæti ekki verið meira, þú veist, sama þig, skilur við. Þú veist, ég ekki að gera efni fyrir þig. Þú ert eins og sagði þú ert að gera efni til að skemmta fólki og það svona sem drífið áfram og það heldur sér líka lykilatriði á hverju þú búin að ná svo miklu árangur í þessu af því að þú veist, það snýst í rauninni kannski ekki þig eða eignast pening, það snýst bara að skemmta fólki og fólki finnst gaman að horfa á vídeóin, ég meina ég var að skrolla genið TikTok í þetta fyrir þetta og ég grenja og látri bara þú veist þessu sveppatíðun, þetta var bara ekkert eðlilega fyndið sko og bara ógeðslega skemmtilegt content skilur, hann getur ímyndað hvað þú ert að gleðja marga og ég held að það sé drifkrafturinn hjá þér sem er líka bara þetta gaman og þá þarft aldrei, þið kannski líður aldrei eins og þú þurfir að setja vídeo, þú bara ert að setja inn vídeo og bara bomba út contenti af því að þú veist hvað tilgang það hefur. Klálega, og það er einmitt líkil bara í öllu sem maður gerir, maður verður að hafa passion fyrir því. Já, algjörlega. Segðu mér eitt, en ert þú, hvernig er jafnvægi þetta samskiptum? Ertu bara alltaf að vinna á hana? Notar þú markvisst einhverja tækni til að vera ekki á þeim? Þú veist, verður aldrei þreyttur að vera svona mikið á þeim? Skilur hvert þér að fara? Já, ég ekki góð fyrirmynd þegar kemur að því sko, að vera mikið inn á samfélagsmiðlum og þegar ég ekkert eðlilega mikið inn á samfélagsmiðlum. Hvað screen-timið? Það örugglega hættulega mikið sko. Ég verið samt að, ég reyna að minnka þetta núna. En þú veist, en þetta er alltaf meir en sko 8 klukkutímar á dag sko í símanum. Já, vel yfir, meira sér kannski svona 10 klukkutímar og það galið sko það er galið að vera 10 klukkutímar á dag í símanum, hver gerir það? Þetta er náttúrulega vinnutæki ég segi það alltaf sko, þetta er vinnutæki en já, ég mikið í símanum en ég er líka mikið að skrolla á TikTok bara að skoða hvað að frétta og svona veist, maður verður að vera up to date ef maður ætlar að vera að gera eitthvað þá verður maður að fylgjast með hvað er í gangi í leiknum. Já, algjörlega, ég skil það mjög vel og mér finnst líka bara það er líka bara að missa hvað það gerir inn í símanum ertu einhverjum ómeðvituðu tilgangslausu skrolli bara í 4 tíma skilur þú ætlaði bara að fara í ómeðvituðu tilgangslausu skrolli í korter eða eitthvað ertu að skoða eitthvað content þá sem er virkilega gleði eða næra þig eða að læra eitthvað nýtt mér finnst líka að skipta máli hvað þú ert að gera hann inn á eða ertu að búa til content eins og þú skilur þannig að screen time er ekki bara screen time skilur þetta fer eftir hvar svona ásetningurinn baku það er að vera inn á forritinu og þú ert kannski meðvitaður það held ég. Já, ég held að þú viljir ekkert sóa tíma á TikTok, skilurðu. Nei. Og þannig gerist það, skilurðu. Þannig að, sko, það sem maður er sjálfur alltaf að glíma við og ég held að aðri glíma við bara hvernig get ég notað samskiptamiðla á svona holla markvissa við án þess að þeir fara að stjórna mér, skilurðu. Já. Það er klárlega þetta sem maður þarf að finna út úr, sko. Hvenær er ég bara á samfélagsmiðlum bara fyrir mig og þetta er bara afþreying, tek bara hálftíma í að skrolla vinina og þetta er gaman og hvenær er ég bara fastur í, þú veist, í rauninni haldi algoritmans, skilju, hvenær er ég bara komin út í og er bara að skrolla til að skrolla. Það er alltaf lægi að fylgjast með stories hjá vinum sínum. Já. Og þú veist, það er bara holdt ok, kannski ekki holdt, ég ætla ekki að fara að mynda við það ég held að sé ekkert að því og ekkert óhollt að, þú veist, taka hálftíma og tjekka á nýjustu stories og tjekka á nýjustu postunum og amma var að posta einhverju og eitthvað svona skemmtilegt. Já, fylgjast með. Ég held að það sé ekkert óhollt, sko, en það er óhollt eða fólk, sko, er sokkið inn í, sko, svarthólið, sko, á TikTok bara, fattar þið. Og þú veist, farin að opna öll forritin í 17. skipti aftur búin að fara allar hringin, skilur mig. Einmitt, komin aftur á Twitter, refressa. Ég greip sjálfum alltaf því að byrja að leika með Snapchat-filterinn, sem að setja svona andlitsfilter á mig. Það var bara, Beggi, nú ertu búin að vera ómikið í símanum. Ég var komin þangað, skilur. Ég var bara búin að fara nokkra rúnda og það hafði ekki neitt að gera þannig að maður var að skoða filter á Snapchat. Einmitt, maður þarf einhvern veginn, sko, að minnka tíman á þessum rúndi sem maður tekur og fækka rúndunum. Já. Það er svona svolítið, þá er maður í góðum málum, en ég ætla að vinna að því markvisst. En hvernig heldur að, þú veist, þín kynslóð og kannski svona undan þér sem alast bara upp með samskiptamilina, þú veist, hvernig, ég er alast upp hana, ég þurfti sko til þess að komast á internetið,
ég veit ekki hvort einhver sagt þetta, þá þurfti bara, var ekki hægt að tala í síman á meðan heima. Já, og það var bara til þess að komast inn, skilur mig. Já, Steindi var að segja mér þetta. Þú farið 5 mínútur, bara mamma, þú veist, já, það bara 10 mínútur síðan þar ég var að tala í síman. Ég bara, já, sorry. Svo fór maður á netið eða eitthvað svona dæmi. Þannig, þú veist, en þið eru náttúrulega alast upp með þetta allt, skilur. Þannig ég er að veltaði fyrir mér, hvernig túlkar þú þessi, samskiptamennina, túlkar eins og að þín kynslóð séu með stjórn á samskiptamennunum? Nei, það er enginn með stjórn á þessu. Enginn með stjórn. Og það kann enginn á þetta. Og þetta er ángríns, þetta er orðið svo ótrúlega öflugt. Og TikTok-algoritminn finnst mér vera hættulega góður, sko. TikTok-algoritminn veit nákvæmlega hvað þú vilt. Og þess vegna nær hann að festa fólk. Og þetta er ekki bara einhver vídeo, þetta er alltaf einhver vídeo sem algoritminn veit að þú vilt horfa á. Og félagi minn Eir Plóter af FM 957 Kongurinn. Ég var að skoða TikTokið hans í símanum hans og það er bara eitthvað allt annað en hjá mér og ég var bara, what? Ég hélt að allir væri með svona svipa dæmi, þú veist, ég fer ofta á vegginn hjá mjög mörgum, þú veist, þannig að ég hélt bara allavega að væri alltaf eitthvað svona svipaður, bara svona einn aðalveggur, eins og væri gamla daga svona á Facebook, veist, ef ykkur stór færsla kemur, þá bara sáu allir vinniðina. Já. En hann var bara með eitthvað allt annað. Hann var bara með eitthvað að kokka og, þú veist, verið að baka og ég var bara, ég hef aldrei séð þetta og hann bara, hefur ekki oft séð þetta maður, ég fæ hann alltaf. Bara, þetta algoritminn er það góður, hann veit nákvæmlega hvað þú vilt og hann gefur þér endalaust á því. Og hann er alltaf að fylgjast með bara, já, þú varst 1 sekúndu lengur inn í þessu myndbandi. Við ætlum að gefa þér 3 í viðbót frá þessum kreator og sjá hvernig þú tekur í. Mér langaði til að stoppa þáttina aðeins og þakka styrktaraðilum podcastins. En Lavazza og Sumac eru trausti styrktaraðilar ásamt þeim sem ég nefndi í byrjun, ásamt Sportförum og Your Super. Og Lavazza er alvöru ítalsk kaffi. Hilki sem er umhverfisvæn, kólusefnuð og passa í allar Nespresso-vélar og ég er búinn að vera að dæla þess í mig enda mikill kaffikall og ég mæli eindregið með kaffinu frá Lavazza enda eru að tala framúrskarandi ítölsk bragðgæði þar. Sumac er náttúrulega bara langbesti veitingastæður á Íslandi. Ég er búinn að vinna mikið með grillu lambarífunar undanfarið og ásamt því smakka grilluð kjúklingalæri. Fer náttúrulega alltaf í grilla ostursveppi og grillar halloumi líka. Það er mjög gott. Ég mæli með hummusin og flatbrauð og ef þú ert í ekstra góðum gír þá ferðu náttúrulega bara í 7-rétta matseðilinn sem er mese og tekur ég vel vínpöru með. Og ef þú vilt bara fagna einhverju, eiga góða stund með vinum eða fjölskyldumeðlimum eða eiga bara í góðri upplifun í góðum anda sem jákvæmt starfsfólk ríkir og góðum matur þá tikkar Sumac í öll þessi box og ef þú ert ekki búin að prófa frá Sumac þá ættir að gera það og ég get sagt það að þú verður ekki svikinn af því að þetta er sá allra besti staður sem þú getur farið á ef þú vilt fagna einhverju eða gera vel við þig og þína. Takk kærlega fyrir að hlusta og ef þið eru í stuði þá með ég fara á YouTube og subscribe á podcast-appinu og gefa mér einhvern og followa mig á Spotify. Annars bara þakka ég ykkur kærlega fyrir að hlusta af því að án ykkar þá væri engin þáttur þannig að ég verð alltaf fyrir miklum bara jákvæðum tilfinningum þegar ég hugsa út í það að þið séu að taka tíma frá ykkar degi í að hlusta og horfa á mig og ég er virkilega ánægður með það og það er heiður fyrir mig og takk einlega fyrir að gefa ykkur tíma í að hlusta það sem gestirnir og ég höfum að segja. Takk hérlega. Það er náttúrulega illa áhugavert eins og já, að þetta sé mismunandi af því að já, væntanlega bara það sem þú fílar því fleiri vídeo færða því af því að þú ert lengur að skoða það vídeo og algoritminn bara er að fýta það því. Þú veist eins og að mér er fullt að bara það er ekkert, þú poppar alveg upp á hérna á milli og svona en yfirleitt er þetta bara einhver svona heimspeki sálfræði verið að tala bara svona motivational dæmi já, þau þekki þig klála og ég fæ til dæmis mjög lítið að því já. Þannig að það er í rauninni bara allir með sinn eigin vegg og þetta er svolítið að koma eiginlega svona í fyrsta skipti því að þetta var alltaf í gamla daga bara já, það er bara einn veggur og þú ert að reyna að komast inn á hann
og fólk hélt að TikTok væri þannig í grunninn, bara eitthvað svona, ég er bara að reyna að komast á For You page og þegar ég kemst á For You page þá eru geggjað. Svo bara, það er ekkert til sem að heitir, eitt For You page. Það eru bara 17 billion skrilljón For You pages í gangi og stundum sko skiptir bara algoritminn algjörlega ef að ég myndi til dæmis núna fara að fá gríðarlegan áhuga á sálfræði, self-help, meditation, þá bara eftir 2 vikur þá bara lítur veggurinn minn allt öðruvís út. Þannig að þetta er svolítið ókveikjanlegt og TikTok er búin að mastera þetta. TikTok veit nákvæmlega hvað er að gera. Þannig að það er mikilvægt fólk sem er inn á TikTok að svona byrja að átta sig á, já ok, ég verð að passa mig að eyða ekki 4 tímum í það, skilur. Tek kannski hálftíma að skróla, einhver skellur myndbönd, svo verð ég bara að segja stopp. Meðvitað hálftíma skról. Að líka, hvað var talað um að tæki síman oft upp á dag? Ég manni einhver talað var, hann var eitthvað sturla oft, sko. Já, eða ekki? Jú, og alltaf að tjekka. Hún er alltaf að binga, binga, já, ég er enda ekki með notification á, ég bara þóla það er mjög sniðugt. En alltaf þegar það leiðist bara, skilur bara að þú ert ekki að tala um þetta vinnin, ég tek síman. Hérna ég er að bíða í búð og það er röð, ég tek síman. Það er bara ekki hægt að leiðast og ég velti fyrir mér, skilur að því að ég kalla þetta svona frekar svona ytri heiminn, skilur og innri heimurinn er bara eins og við erum að tala núna, skilur við erum bara við hvort annað. En ég er að velta fyrir mér, skilur hvort að þetta verði bara raunveruleg heimurinn hjá kynslóðinu núna sem er að koma upp, að það verði bara samskiptamiðlar og hitt verði bara svona auka. Já, við erum náttúrulega leiðinni inn í Metaverse. Ég skýta það. Zuckerberg er að græða bara Metaverse fyrir mig. Það er ekki lengur að tala um fólk. Það er bara robot. Það er ekkert eðlilega að fyndi, sko. Pældi í maður, kannski verður þetta bara svona eftir nokkur ár. Heldur það? Við bara tölum ekkert saman. Ég vona ekki. Nei. Ég myndi ekki, já, ég er nú maður bara að vera gamall og kannski mótþróa gagnvart einhverjum breytingum, en þú veist, mér langar ekki að koma eitthvað í staðinn fyrir þetta, skilur. Nei. Ég held við þurfum alltaf þessu að halda, sko. Já, ég er bara fíblast. Nei, ég skil hvort að fara, sko. Já. Nei, sko, ég held við séum ekki á leiðina að festast inn í Metaverse alveg strax allavega. Ég held að við séum alveg að tala um mannleg samskipti allavega svona 10 ári viðbót. Já, ef ekki að stefna því 10 ári viðbót og svo bara beint inn í Metaverse. Ólinn bara. En er ekkert erfitt að hafa þá samskipti hérna við bara vinniðina eða bara Nei, ég er ekki illa steiktur, sko, ég er alveg svona frekar. Nei, ég er ekki að tala um bara, ég er bara almennt kannski bara, skilur. Já, bara hjá fólki og krakkum, krakkar núna, þeir geta ekki hort á bíómyndir, sko. Nei, það er náttúrulega styrla. Ég get eiginlega ekki hort á bíómyndir. Ég get á mjög raut með líka. Ég fer í bíó og þú veist bara stundum þegar vinir mínir draga mig í bíó, skilur, þá nýti ég bíómyndina í að leggja mig. Það er svo leiðis. Já, þetta er ekki einu svona grín. Að leggja þig. Því ég get ekki setið hana og hort á tveggja og það er búið að taka hliðin af öllum bíómyndunum. Hvað er það? Ég er í kvikmynda... Það er í COVID bara? Nei, það er núna líka. Núna bara? Já, það er mikið núna allavega. Ég er í kvikmyndahúsum og það er bara, ekki hlið á þessari mynd. Bara, hvað meinarðu? Þú veist, ekki hlið. Þú veist, þá er ég að vara í síman svona 2-3 meðan myndin er. Og ég bara geri það bara undir bólinn, sko. Ég er náttúrulega trufla ekki aðra gesti með ljósinu, sko. Nei. En ég get ekki að horta á bíómyndir, ekki bara 2 tíma straight, bara horfa á einhverja bíómynd. Það grínast þið það? Mér leiðist svo mikið. Já, þið leiðist, það vart alltaf eitthvað nýtt. Ég tala nú ekki um ef þetta er einhver drepleiðileg mynd, sko. Já, nákvæmlega. En ef þetta er svona, ef þetta er fullkomin mynd, bara búm, 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 búm. En bíómyndir eru það ekki, sko. TikTok er þannig, TikTok er bara búm, 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 búm. En hvernig þá gastu bara útskrifast úr MR og verið bara viðskiptafræði og svona, veist, þú varst vantilega innbeitaðir langan tíma af tímum og bókum. Ég er ekkert eðlilega lélegur námsmaður, sko. En þú fórst í MR, er það ekki svona frekar góður skóli? Já, maður drattaðist bara einhvern veginn svona í gegnum það, sko. Ég var bara með mjög lélegar einhvern þar. En ég var enda góður í latínunni. Þú ert góður í latínunni? Já, ég er ekkert eðlilega góður þar, sko. Það er mjög skrítið að vera að læra latínu í menntaskóla. Ég var einn af fáum úr vinahópnum sem fór læra latínu, hver gerir það? Það er weird. Það er weird. En já, ég er alltaf lægir svona námsmaður ef ég er að leggja á mig. En svo bara nennir maður ekki að leggja það á sig, sko, að vera námsmaður ef maður hefur engan áhuga á náminu. Nei, nákvæmlega. Þannig ég fór bara, droppaði út úr viðskiptafræði og
ákvað bara að fara að leggja metnaði minn í TikTok frekar og samfélagsmiðla og bara, þú veist, að styrkja mína hæfileika. Fylgja því sem þú góður í, basically. Vá, þetta sturla. Og upplifir eins og einbeitingin sé, þú veist, svona lítil hjá flestum í kringu því, eða þú veist, svona þínum með öndrum. Einbeitingin orðin mjög léleg, þú veist, ég veit ekki hvort það einhverjar kannanir þetta núna á Íslandi, en þú veist, bara sendi mig í könnun, ég er ekkert eðlilega lélega athyglisspönn, sko. Veit, ef það er eitthvað leiðilegt að gerast á TikTok, þú veist, þá getur maður skrolla og fengi bara glænýtt vídeo. Þú veist, þetta ætti bara að vera svona í alvöru heiminum, bara, ef maður að tala við einhvern leiðilegan, eða bara svæpar það næsta. Eitthvað, Gústi mig geggja pælingu fyrir útvarpsþáttur, blablabla, sjúm. Nei, ég segi svona. Það væri pæling, maður, heldur þessi hægt í metaversinu bara. Það er hægt í metaverse, sko, klálega. Sjúm. Já, bara, það væri svolítið þægilt að maður myndi ekki nenni að tala við einhvern, eða þú veist, er það bara eitthvað svona eins og segir, maður myndi ekki nenni einhverju, bara svo geta svæpað. Ég er alltaf að lenda í aðstæðum þar sem ég bara nenni ekki að vera þarna. Já. Er fólk að bögga það mikið, Nei, sko, já, svona smá, en sko, nei, líka bara veislur og skírnarveislur, þetta er að leiðilegasta sem ég mæti í, sko. Nei, maður er svo vanur, ég er bara á TikTok og ég er bara að horfa á, þú veist, TikTok að brúðkaupi. Ég get bara skrollað svona lítið, það er bara ein lítil hreyfing og ég er bara komin inn í bara Amazon frumskóin. Og svo þarf ég bara að vera í skírnarveislu í 4 tíma. Ertu að djóka? Það er galið. Verður til að fara bara í einhvern virtual TikTok-veislu? Já, klálega. Og talandi svona að lifa inn í virtual, draumurinn minn í alvörinu, og þetta er ekki eins og djók, draumurinn minn að þegar ég er orðinn 80 ára, þá fari ég bara inn í metaverse og bara lifi þar að eilífu. Það er svoleiðis? Já. Að eilífu? Mér finnst ekkert eðlilega leiðilegt að við séum einn daginn að fara að deyja, sko. Nei. Og ég er ángríns ekki komin yfir það bara andlega. Og þetta gerist mjög mikið hjá, sko, ungum krökkum. Já. En ég er bara tvítugur og ég er bara ennþá bara skítrættur við þetta. En þess vegna er ég að reyna að gera mikið af hlutum. Og veist, ég reyna alltaf bara að pakka daginn minn með einhverju skemmtilegu og einhverju sem ég vil vera að gera. Og það mér langar bara að þegar ég er 80 ára þá er ég bara, það var eiginlega ekki hægt að gera meira. Nei. Veist, ég fór bara og gerði bara allt sem ég langaði til að gera. Bara sjónvarpsþátturinn sem þú varst með hugmynda þegar þú varst 17 ára, þú fórst og gerðir hann þegar þú varst 30 ára og þú veist, þú bara skildir ekkert eftir eitthvað svona, ég hefði átt að gera þetta. Það er svona minn stærsti ótti. Að vera 80 ára og hverju gerði ég þetta ekki? Þannig ég er bara að reyna að gera allt. Ég er bara, þú veist, bara ætla bara að vera í útvarpinu, svo, þú veist, mun ég væntanlega enda í sjónvarpinu og svo eru nokkur önnur svona plön sem eru aðeins meira secret sem að ég er bara svona stefna að, bara sjálfur. Og já, ég ætla bara að gera allt sem ég langa að gera áður en ég dey. En vonandi mun ég bara ekki deyja og lifa í metaverse. Það er superhumanleika. Það er líka að tala um að kannski komið tæknin sem að bara fólk getur lifið bara til 200 eða bara endalust. Ég segi það. En hérna þá notar það óttan við dauðan og notar það sem hvata við að gera merkilega hluti sem þér langar til að gera og keyra á allt sem þér langar til að gera. Já. Þannig að notar það sem drifkraft. Ég nota það sem drifkraft, já. Og það er í rauninni eina svona sem að lætur mig gleyma sem ótta. Það er bara ef ég er á fullu. Það er líka óþægilegt, sko, að vera upp í rúmi eftir viðburðaríkan dag og maður er búinn að fara, þú veist, í podcast með Becca og hitta Jón Gunnar Geirdal og ræða málin og búinn að vera með útvarpsþáttina á FM og þú veist, fara að DJ-a fyrir þennan skóla og svo fer maður bara upp í rúm sem maður er kannski búinn að eiga geggjanda og maður er ennþá bara shit, ég er ekki að gera nógu mikið bara á, þú veist, ég verð bara að gera meira, ennþá meira og veist, og þá dettur maður í bara svona ákveðna sturlun, sko. Og þá bara byrja ég að skrifa niður einhverja hugmyndir, já, ég verð að gera þetta og hvernig get ég stækkað þetta og hvernig get ég stækkað útvarpsþáttinn og veist, hvaða legendir í fólk get ég fengið með mér inn í útvarpsþáttinn og ég verð að tala við þennan og alls konar, sko. En það getur verið líka bara mjög kvíðavaldandi, basically. Já, það er mjög kvíðavaldandi að vilja alltaf gera allt sem stærst. Og það er hvar allar að stoppa, skilur við. Nákvæmlega, og er eitthvað hægt að stoppa, hvað er ráin? Það er hægt að gera bara allt, skilur við. Það er nefnilega ekki hægt að stoppa. Og flestir stoppa bara eitthvað svona, og flestir stoppa bara eitthvað, já, ok, það er kannski aðeins of mikið vesen að fara
tala við Steinda, eitthvað sem ég þekki ekki neitt og láta hann vera í þessu og þú veist, það aðeins svo mikið vesen að biðja Svepp að koma í sund með mér til að taka upp eitthvað vídeo og þekki hann ekki neitt. Það kannski svona smá skrýði. Ég bara stoppi, hvernig get ég látið þetta gerast? Hringir í það, sendur SMS eða bara... Mismunandi. Já. Og stundum ég mjög heppinn þegar börnin hjá þessu fólki þekki mig. Já. Og þá vita ég alveg nákvæmlega hver ég er. Þú veist, já. Og ég náttúrulega barnastjarna þá ég sé Twitter. Já. En síðan og því að maður svo sem farið gegnum þetta ferli líka með dauðan, Já. Og þetta getur verið heldur sársaukafullt að lítast í augum við hann, Já, ekki minna maður, ég fæ bara guða. Sorry. En samt það sem ég ætla að gera, skilurðu, að þegar maður bara eldast og fólki kringum hann eldast og loks bara deyjum öll, það bara kaldi sannleikurinn, sorry, ég ekki óþægilegan. En síðan, skilurðu, setur hann hlutin í samhengi, skilurðu. Já. Ef við myndum lifa endalaust, það væri ekki að gera allar þessa hluti svona effektíft, skilurðu. Þú myndir bara, ég hef nógan tími í það, skilurðu. Ég væri bara að taka þér rólega heima. Já, væri bara búið í nefið, skilurðu. Já. Það myndi ekki gera lífið innhaldsríkt, held ég. Einmitt, þetta setur pressu á mann. Já, jákvæð, held ég. En maður horfist í augu við það. Já. Jákvæð pressa alltaf góð. Já. Ég reyni alltaf að setja á mig svolítið jákvæða pressu, sko. Bara svona, þú fer bara og klárar þetta og gerir þetta og fyrir þennan dag, ég er mjög markmiðadrifinn og ég hugsa allt í skrefum og bara allt sem ég hef einhvern tímann gert eitthvað svona, ég var búinn að skrifa það niður þarna og ég var búinn að plana þetta og svona, og svo fólk bara horfa á þetta og hvernig gerist þetta og svona, þá var ég alltaf búinn að sjá þetta fyrir, sko. Flest plana? Já, flesta sem ég gerir plana, auðvitað koma upp hluti bara svona, bara, rakst á þennan og tók með honum myndband, en stundum ég líka bara búinn að plana bara, ég verði útvarpsmaður á FM, það að fara að gerast og ég mun láta það gerast svona og ef ég kemur á framfæri þá munu þau kannski vita hver ég er og ef ég er duglegur að koma í viðtal til þeirra og ef ég er skemmtilegur og ef ég æfi mig bara að tala, þá kannski munu þau einhvern tímann bjóða mér að vera útvarpsmaður hana. Þannig að ég hugsa allt í skrefum, sko. Þetta er fallegt að heyra þetta, af því að, ég held að bara, sérstaklega ungt fólk og allir, þið þurfa að vera með ákveðna sýn á framtíðina, skilurðu, og síðan að kortleggja sýnina bara, af hverju vil ég þetta, þú vilt skemmta fólki, og síðan bara, hvað er markmið ég átti þessar sýn, ég ætla að vera útvarpsmaður FM, ok, hvernig væri útvarpsmaður FM, já, ég þarf að æfa mig að tala, ég þarf að connecta við þennan, ég þarf að koma mér á framfæri, þetta er svo, hvað hindrar það að maður gerir þetta, já, kannski hver óttu álít annara eða whatever, hvernig ég það, já, bara með því að mæta óttanum og taka skrefið. Mér finnst svo fallegt að heyra þetta, sko, því ég held að þurfi allir á þessu að halda, sko, að vera með einhverja sýn á framtíðin og vera stefnað einhverju. Klálega, því að þetta er oft svona, maður er með einhver draum, bara eitthvað, já, mér langar ótrúlega mikið til þess að vera útvarpsmaðurinn á FM 957, en sko áður en þú setur skrefin niður, þá er þetta bara draumur. Já. Þú veist, þú hefur heyrt á talað þetta, þú veist, þetta er bara draumur og ert eitthvað að tala þetta bara sem eitthvað svona fjarlægt dæmi. Nákvæmlega. En þetta er orðið markmið þegar þú ert bara farin að setja niður bara, ok, þetta þarf ég bara að gera, þetta þarf ég að gera og svo þarf ekkert endilega alltaf takmarkið eða enda punkturinn að vera endilega það sem þú ætlaði þér. Þú veist, ef ég hefði ekkert farið inn á FM þá er þetta kannski bara, þá hef ég farið bara inn á Bylgjuna eða farið í eitthvað annað eða stofna mitt eigin hlaðvarp. Þú verður að vera tilbúinn að fá ekki alltaf allt sem þú vilt, þú verður að vera tilbúinn að fara og orta eitthvað annað, en þá ert bara með, ég ætla að vera útvarpsmaður á FM 957 eftir 5 ár. Nú fer ég bara og stofna mitt eigin hlaðvarp, bara byggi það upp og það verður bara tiltölulega stórt hlaðvarp og svo ætla ég að fá útvarpsmenn á FM í spjall til mín og aðeins kynnast þeim og læra hvað þarf til þess að vera útvarpsmaður. Þá líka þekki ég þá og þá vita þér hver ég er og byrja til nokkur skref og svo bara allt í henni komið að ég og það eru 5 á liðin og þú ert ekki ennþá útvarpsmaður FM, þá ertu samt komin á miklu betri stað en þú varst. Nákvæmlega. Þú ert með alla fyrirfram FM reynsluna og þó að leiti ekki kannski til FM, þá kannski hringdi K100 í þig eða þú veist, hvað sem er. Nákvæmlega. Þannig að það er ógeðslega mikilvægt að setja niður þessi skref sem hún vilt ná til þess að ná markmiðinu. Það fer enginn og segir bara, ég ætla að ná 200 í bekk. Þá myndi aldrei ná 200 í bekk. Nei, nákvæmlega. En þá ertu bara með í þessari viku á teki 70, svo í næstu teki 80 og ef ég ná ekki 80 í næstu viku þá bara senkum við planinu aðeins, þá bara næsta vika aftur 70, bara alveg ángur til ég komin í 80 og svona byggir maður þetta upp og gaurinn sem hugsa svona,
ég seti þetta niður í skref, vikur, daga, bara blanda mataræðinu inn í þetta. Bara já, það líklega að ég geti lyft þyngra ef ég alltaf að setja geggja næringu í mig, borða ógeðslega hollt, vakna snemma eftir, góðan svefn, fara þá í gymið, alls konar svona. Ságauður alltaf að fara að rústa gaurnum sem mér langar að taka 200 í bekk næsta sumar. Algjörlega. Alltaf. 100%. Þannig ég tók þetta til mín og var bara, allt sem ég geri, allt sem ég langar til að gera, ég ætla bara að setja skref á baku það. Bara mælanleg skref, basically. Mælanleg skref. Þetta svo fallegt og það sem við talar líka, að það skiptir ekkert öllu máli hvort þú náir markmiðinu per se. Þessu stóra markmiði, skilur af því að þú lærir svo mikið á leiðinni, þú verður öflugur einsleikur á leiðinni og kannski færðu bara sambarleiki, eða kannski bara langar að stefna á eitthvað annað eftir 3 ár búin að stefna að einhverju, skilur, hann svo, það skiptir ekki máli hvort þú náir markmiðinu eða ekki, heldur bara hvað einstaklingur þú verður á leiðinni og það allt sem skrefin skipta máli skilur mig. Klárlega. Og mér finnst svo vel orðahjáði líka og hvað snýst þetta þetta snýst ekki að bíða eftir því að verða útvarpsmaður eða bíða eftir því að ná 200 í bekk það snýst bara að mæta í helvítisræktina hverjum einsta degi og taka þessar 70 kíló í bekkpressum 5 sinnum eins og allar að gera skilurðu og halda því bara áfram sér einn daginn það verður bara allt í henni búin að taka 200 í bekk en annars ertu alltaf að bíða eftir að ná einhverjum árangri en ég held að fólk þurfi ég held að grípa þetta fólk þarf sýn fyrir framtíðina hvað varðar þú talar heilsu líka ég held að fólk þurfi ákveðin markmið varðandi feril varðandi heilsu varðandi frítíma eða áhugamál varðandi félagslega þú veist hvernig vini vil ég eiga og hvernig maka vil ég hafa skilurðu hvernig vil ég að sambandi við fjölskyldumeðlimum sé ég held að þetta sé alltaf úr með þessi hreinu þetta persónulega sem svona heilsa og frítími félagslega vinir networkið þitt eða maki og bara íþróttir eða ferill úr með þetta svona þokkalega kortlagt þá ekkert sem að fara að stoppa þig sko. Klálega maður þarf að huga að öllum þessum hlutum og maður má ekki vanrækja félagslegu hliðina eins og þú ert að tala vinina og makan og svona og fjölskyldu. Ég datt svolítið í þetta þegar ég var að gera metnaðarfull TikTok-myndbönd á hverjum einasta degi, bara eitt á hverjum einasta degi og bara, þú veist, alltaf að heyri í einhverjum, þú veist, þekktum einstaklingum á Íslandi og fá til að hitta mig og þú veist, alltaf að reyna að gera eitthvað stórt og baksviss á Eurovision með hana Tusse Eurovision stjörnunni, þú veist, og þá datt ég svolítið í þennan pakka, sko, þú veist, ég var búin að taka 100 myndböndir og ég var bara, hvað er ég að gera, þú veist, ég er ekki búin að fara í sund með vinum mínum, þú veist, bara í 3 mánuði, skilur, meir en 3 mánuði er ég ekki búin að fara í sund með vinum mínum, bara það var að skemmtilegast sem ég gerði og veist, og bara út af að ég var ótrúlega mikið bara, ég verð að gera myndband, þú veist, bara ég er að fara að ná upp í 100, þannig að það er einhvern veginn, að þú vilt bara eiga gott líf, þú verður einhvern veginn að setja inn þessa félagslegu hlið og huga að öllum þessum þáttum sem þú varst að nefna að þú ætla bara að eiga veislu líf, skilur. Já, algjörlega. Það held ég sem 100%. Þú mátt ekki vera bara ferill eða skilur, skemmta. Þú veist, ég ætla bara að gefa endalaust af mér, skilur. Það má ekki vera þannig. Nei, þá vannar það sem allan að flesti til að mikrast lífinu sem er í fjölskyldu og vinnir, sko. Og svona flesti sjá eftir því, held ég. Það er þannig. Já. Ég held að talandi dauðan, sko, ein helsta eftirsjá sem fólk sér í lífinu það er unnið á mikið. Já, eða ekki. En þetta kannski lítið þú ekki á þessum vinnu. Kannski partur af þessu, sumt af þessu, já. En, þú veist, já. Sumt er vinna, sumt er veisla. Sumt er bara veisla. Hvað er vinna og hvað er veisla? Já, TikTok-myndböndin eru stundum veisla og stundum eru þau vinna. Já, ok. Svo þegar ég er að gera bara TikTok nummer 99, þá er bara klukkan orðin 7. Það er ekki sko prime time fyrir TikTok. Það er bara klukkan orðin 7. Ég er bara, ó nei, ég verði að setja í myndband maður. Það verður að vera myndband nummer 99, skilur, út af ég var búinn að filma með Sveppa, þú veist, það er að koma nummer 100, ég verð að gera 99. Ég bara, já, á ég ekki einhverja gamla klippu, bara að setja hérna, þú veist, bara fjölskylda mín að borða kvöldmat á meðan. Þú veist, bara mamma og brósi að borða kvöldmat, bara, Gústi, ég bara, nei, ég er að klára hérna eitthvað TikTok-myndbandu, þið verða að setja nummer 99. Það er vinna. En svo náttúrulega veisla líka þegar maður er bara eitthvað, gera einhverja dífu og bara, ég neglis inn í góðum kýr í dag, nóga frítíma. Það er veisla. Þannig að þetta getur svona blandast saman svolítið. En ég myndi segja þegar ég líti á þetta núna, bara að taka svona 100 daga í röð bara af metnaðarfullum myndböndum, að þetta var í rauninni besta sem ég gat gert og ótrúlega gott fyrir bara mig sem skemmtikraft og bara brand og ef að fólk er eitthvað að reyna
að stækka sig og, þú veist, efla sjálft sig sem skemmtikraft eða sem einhvern svona creator, þú veist, klálega bara vertu konsistent, bara prófa að gera bara viku myndbönd eða bara gerðu bara 1 og 2 daga fresti og reyndu bara að halda þessu í mánuð og bara sjáu hvað gerist, bara sjáu hversu marga fylgjendur þú munt fá, hversu mikil hækkun það verður og þegar fólk bara, já, maður getur alltaf stóla á það kemur bara myndband frá honum á 2 daga fresti, þú veist, alveg eins og fólk með hlaðvörp, skilur þú getur ekki bara gefa út 3 þætti farið 3 mánaða sumafrí og svo bara glænir þáttu matur, það er bara okkur saman, skilur, þú veist, þú varst ekki hana til að gefa okkur það sem við þurftum, við fórum í 3 mánuði bara inn á channelinu, en ef þú nærið að sína fólki, bara, það er hægt að stóla á mig, skilur, þú kemur bara aftur og aftur og aftur og aftur, skilur, bara kóta til 3 daga eða 4 daga, veist, og líka, ef fólk vil byrja að framleiða efni fyrir samfélagsmiðla, bara, þú veist, byrjaði bara að gera 1 Instagram post í viku, það er ekki verið að biðja mikið. Gary Vee, hann er rosa strangur, að þekki allir Gary Vee, hann er hann á svona risa markasetningar fyrirtæki og hann er alltaf að hvetja samfélagsmiðla stjörnur og bara fólk sem hefur áhuga á samfélagsmiðlum og svona til að gefa út efni og Gary Vee segir alltaf þú verður að setja inn 4-5 TikTok á hverjum einasta degi. Ég er ekki þarna, sko, ég er bara gerði þetta bara reiknaði bara út, hvað nenni ég að gera mikið þú veist, ef þú ert eins og vinur minn Júli hér og vinnur bara í banka þú veist, þá ert ekki að fara að gera 3 TikTok myndbönd á hverjum einasta degi, skilur við og ert að fara heim til barnana þennan og konuna þennar ef vinnur í banka, þú veist, reiknaði bara út næ ég að gera 1 myndband á viku þar sem ég bara spjallaði myndavélina, gera eitthvað skemmtilegt eða bara og líka þetta þurfi ekki að vera samfélagsmiðlar og veist, ég er mikið búin að vera að nefna samfélagsmiðlar en bara ef fólk er að hlusta sem er að gera tónlist eða gera eitthvað og veist, þetta er bara, prófaði bara að vera konsistent, reiknaði bara út hvað getur þú gert mörg lög ef ég væri aktíft svona tónlistamæður ef ég myndi bara segja núna, já ég ætla að vera tónlistamæður það sem ég myndi gera er bara 1 lag í mánuði, það er bara alltaf bara 1. eða eitthvað það er bara 1. apríl, 1. maí, 1. júní, skilur þá kemur bara nýtt lag og þið getur bara stóla á það og svo getur þið bara borið saman lögin, eitthvað verður lélegt eitthvað verður bara snild, kannski springur eitthvað og sjá hvað gerist það er þetta consistency sem er lykillinn eins og við töluðum í byrjun og fólk verður einhvern veginn bara að reyna að finna út úr því fyrir sjálft sig, hvað get ég gert mikið? Þetta er fráapunktur hjá þér, sko og sko í staðin fyrir sko intensity eða kraft sko hvað er krefjandi fyrir mig en ég á alveg raunverulega möguleika að ná því er það 1 vídeó á viku, er það 3 vídeó á viku og þú veist og ég er að tala um að geta fyllt því bara næsta árið þú getur vel að það breytist eftir hálft ára eða whatever skilur bara hvað núna hvað er nógu krefjandi fyrir mig þannig að ég á raunverulega möguleika að ná að fylgja því Einmitt. Í staðin fyrir að vera bara að setja sér óraunaða markmið og þá náttúrulega bara nærmaði því aldrei skilur eða maður setur of lítið þá er maður bara svona þetta er svona of leiðilt fyrir mig þá nennir maður þess ekki en Gústi, þú talar mæti sjúkrahjálpurinn þannig að ég ætla bara er klukkan orðin? Nei, hann er ekki orðin, hann er 10:03 einhver stutt lokaorð? Já, sko einhver lokaorð? Nei, þú sér það, maður er alltaf á fullu maður er að reyna að gera svo mikið sko, á hverjum degi en það er gaman og það er gott að vera á fullu en maður má ekki vanrækja sko enn félagslega part Algjörlega og það er svolítið þannig að leið og byrjar að vanrækja vini og fjölskyldu og maka og svona, veist, þá byrjar þeir alveg að líða illa manni líður ekki vel með það Nei, við erum félagslega verur Já, við erum félagslega verur, maðurinn er það og þyrstir í einmitt bara væntumþykju og umhyggju Ást og tilheyra og allt þetta sko Já Þú veist, það var eiginlega illa gaman að spila það var eiginlega skemmtilega en ég held, sko. Það? Já, ekki það. Ég held ég væri eitthvað dreplegur? Nei, ég held ekki að vera legur. Ég held að það eru mjög skemmtilegur, sko. Mér finnst þú bara, þú ert svo vel þengjandi strákur. Já, fólk kannski hugsar ekki strax eitthvað svona, já, Gústi B er að hugsa allt í skrefum. Ég hugsaði algjörlega ekki það. En þú veist, ekki það þessi, ég hefði væntingar að þetta er skemmtilegt viðtal, en þú fórst umfrá væntingarnar sem er hróstíðin, sko. Þannig að þú ert bara flottur strákur átt framtíðina fyrir, þannig að takk fyrir að gefa tíma til að koma, þráttur það sem mikið að gera. Já, bara mjög gott að heyra þetta. Þetta er ekkit eðlilega gott peppin í daginn. Það er náttúrulega, sko, ammælist tónleikar FNÍ5 blöð og eftir að vera rosalegt, sko. Og dagurinn í dag er veisludagur, sko. Hver er þessi dagur veisla, maður? Já, jú, það er þannig, sko. Ég reyna alltaf að sko, pakka daginn með einhverju veislu.
En bara takk fyrir spjallið og takk fyrir þessi hlý orð. Takk sem við skildum, gangi vel. Ótrúlega Takk. mikilvægt skref. Legðu þitt að mörgum